Íslendingar sátu hjá þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti að aðgangur að hreinu vatni teldist mannréttindi. Íslendingar sátu hjá þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti í gær ályktun að aðgangur að hreinu vatni teldist til mannréttinda. Utanríkisráðuneytið segir ályktunina geta grafið undan öðru vatnssamkomulagi sem unnið að innan Sameinuðu þjóðanna. Eftir 15 ára umræður samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna tillögu að aðgangur að vatni væru mannréttindi. 122 aðildarríki greiddu atkvæði með tillögunni, 41 ríki sat hjá. Þar á meðal eru við Íslendingar, þó okkur finnist ekkert sjálfsagðara en að geta fengið okkur hreint vatn hvenar og hvar sem er. Í upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu kemur fram að Ísland styðji eindregið að aðgangur að hreinu vatni teljist til mannréttinda. Íslendingar hafi hins vegar ákveðið að sitja hjá þar sem ályktunin geti grafið undan samkomulagi vatnsréttindi sem mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna vinnur að. Almenn óánægja hafi verið með ferlið og innihald ályktunarinnar. Bandaríkin, Bretland, Danmörk og Svíþjóð sátu einnig hjá en Norðmenn og Finnar greiddu hins vegar atkvæði með ályktuninni. Mannréttindastofnanir allan heim fagna þessum áfanga. Við höfum verið með vatnsverkefni áratugi í Afríku og við höfum haldið þessu mjög á lofti og við fögnum yfirlýsingunni mjög. Bjarni segist ekki verið í aðstöðu til að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að Íslendingar hafi setið hjá. Við getum í sjálfu sér ekki gagnrýnt það því að það kemur fram að þau telja að það hefði átt að fara fram umræðum þetta á öðrum vettvangi innan Sameinuðu þjóðanna. 100 milljóna manna hafa ekki aðgang að hreinu drykkjarvatni. Árlega deyr 1,5 milljón barna yngri en 5 ára úr sjúkdómum sem rekja má beint til óhreins vatns.